Já, komið sæl. Það er svolítið laðasúpa hérna fyrir Suðvesturlandið. Það mikið háþrýstisvæði yfir Evrópu núna sem að svona lokar á allar leiðir þannig að það svona enda fyrir sunnaland en það sem það gerist aftur á móti að það senda til okkar úrkomusvæði hvert fætur öðru þannig að það verður svona frekar blautt hjá okkur fram í vikuna og þá sérstaklega landið sunnanvert. Ef við lítum á hitasviði að þá verður svona nokkuð svipað hitastig eins og hefur verið. Það svolítið svalt loft hérna fyrir sunnanland sem það svona kemur til með að halda svona hitastiginu og svolítið í lægri kantunni hérna sunnanvestlandið en fyrir norðana þá komst nú hitin upp í 20 stig í Ásbyrgi í dag og það má nú alveg gera ráð fyrir því að það gæti jafnvel slegið hátt í það á morgun líka. En svona lítur hitasviði hjá okkur, vindasviði hjá okkur út. Það svolítið vindstrekkingur hérna við suðvestuströndina, þessi dökkbláu litur sem við sjáum svona hægt og rólega að hverfa og svona græni liturinn sem fremur hægur vindur, hann tekur við og þá sérstaklega hérna landi vestanvert sem á að verða rólegur vindur á morgun en hérna við norðausturströndina þar nokkuð strengur sem svona gæti haft einhver áhrif á morgun. Og Íslandskort morgundagsins lítur þá svona út. Áfram verður nokkuð þungbúið landið sunnanvert og einhver væta en svona vindurinn verður talsvert minni heldur en að væri í dag og síðan verða nú einhverjar skúraleiðingar einnig landið vestanvert en besta verður á norðausturlandi. Þar gæti sólin skinið glatt og hitatölurnar náð hátt í 20 stigin. Nú síðan áfram á mánudeginum að þá úrkomusvæði sem á leiðinni hérna norður á bóginn og þannig að það verður væntanlega talsverð rigning á Suðausturlandi og einnig verður nokkuð svona þungbúið landi vestanvert og einhver úrkoma. Fyrri hluta dagsins verður fínasta veður á Norðausturlandi en síðan þykknar það nú einnig upp og fer síðan einnig að rigna. Nú á þriðjudeginum að þá verður við fjarri öllum úrkomukerfum þannig að það verður bara fínasta veður á landinu, hægur vindur og sést víða til sólar og hitastigið svona víða á bilinu 10 til 18 stig. En á miðvikudeginum að þá fer nú svona að þykkna upp, það skil sem að ganga yfir landið og norðanáttin fyrir aðeins að láta kræla á sér hérna fyrir norðan sem þýðir það að hitatölurnar detta þar talsvert niður og almennt verður þungbúið og svona úrkomusamt á miðvikudeginum og spár nú að gera það fyrir því að það verður nú upp á sama teningnum á fimmtudeginum. Ef við lítum aðeins á veðrið í kringum okkur þá fínasta veður í Skandinavíu, háþrýstisvæði sem ríkjandi, hitatölur víða yfir 20 stigunum og sólin skín, það helst við vesturströnd Noregs sem að verða einhverjar skúradembur og síðan á Bretlandseyjum verður líka fínasta veður með einhverjum svona lítilsháttar skúrum en það samt úrkomusvæði hérna sem að teygja sig suður á bóginn og fer vel inn á svona Balkanskagann á morgun þannig að það verða einhverjar dembur nokkuð víða en svona almennt á Ítalíu verður hið fínasta veður og einnig á sunnanverðu Balkanskaganum. Nú ef við skoðum veður á Spáni að þá ætti að fara að stytta upp þar þannig að það ætti að vera talsvert mikil sól þar og mestu þurrt og einnig hið fínasta veður í Portúgal. Og ef við förum vestur hafa þá áfram mjög hlýtt þar, fínasta veður hérna í New York og Washington þar sem á að vera heiðskýrt og hámarkshitinn að fara jafnvel yfir 30 stigin. Áfram ansi blautt við Mexíkóflóa og verður mikil úrkoma bæði í Texas og Louisiana en síðan mikil hiti hérna á slettunum hérna og sem teygir sig langt norður eftir og sömuleiðis mjög hlýtt í Kaliforníu og hitastigið í eyðimörkinni þar geta alveg náð upp í 40 gráður. En á morgun hjá okkur verður fremur þungbúið, sérstaklega svona landið sunnanvert en besta veðrið verður væntanlega á Norðausturlandi. Segjum þetta hvað það í kvöld, verið sæl.